Nýsköpun og frumkvöðlastarf skipa stóran sess í endurreisn efnahags- og atvinnulífsins í kjölfar kórónuveiru faraldursins. Hólmfríður Sveinsdóttir, doktor í lífvísindum og næringafræðingur, þekkir vel til frumkvöðlastarfs og nýsköpunar. Hún er gestur í landsbyggðum. Hólmfríður, það hefur löngum verið talað mikilvægi nýsköpunar, en núna svona í kjölfar kórónuveiru faraldursins, þá bara einblínt á þessa þætti. Já, við erum mikið að treysta á nýsköpun og búa til ný störf, búa til bara nýjan iðnað og til dæmis eins og hugverkaiðnaður. Það þarf ekki mikil aðföng í hugverkaiðnaði, þannig að þetta er mjög heppilegt núna að hvetja fólk til þess að fara út í hugverkaiðnað. En svona bara í genum okkar Íslendinga, erum við frumkvöðlar og erum við að finna upp nýjungar? Já, ég held þetta sé í genunum okkar því að við náttúrulega erum búin að lifa við erfiðar aðstæður í gegnum tíðina bara og höfum þurft svolítið svona aðlaga okkur að náttúrunni og finna út úr hlutunum hvernig við bara hreinlega komist af. Þannig að ég held að Íslendinga séu bara svolítið frumkvöðlar, já, í sér. En eitthvað svona hægt að svona kortileggja á hvaða sviðum við erum góðir frumkvöðlar? Já, við erum góðir að takast á við náttúruna, myndi ég segja, og við höfum náttúrulega svona kannski það sem hefur vakið sérstaka athygli upp á síðkastið en náttúrulega bara hvað við erum góð í sjávarútvegi og höfum stundað mikla nýsköpun þar. Þannig að það er svona það sem hefur vakið athygli, en að sjálfsögðu þá eigum við flott fyrirtæki eins og Össur og annað sem hafa verið mjög góð í nýsköpun. Já, það má ekki gleyma því að mörg af þessum stóru fyrirtækjum á Íslandi, Össur og Marel til dæmis, þetta eru fyrirtæki sem voru og kannski eru ennþá nýsköpuna fyrirtæki. Já, því það er mjög mikil nýsköpun stundu innan þessara fyrirtækja og þetta er svo mikil hefð í þessum fyrirtækjum að vera alltaf að horfa fram á veginn og vera að horfa eftir tækifærum og þessi fyrirtæki náttúrulega vinna mjög náið með bara starfandi fyrirtækjum og koma þá kannski auðveldara heldur en aðrir auga á tækifæri til nýsköpunar. Þú nefndir þarna áðan sjávarútveginn. Sjávarútvegurinn, hann hefur í gegnum tíðina starfað mjög náið með nýsköpuna fyrirtækjum og lagt peninga í nýsköpun. Hvers vegna það? Já, sjávarútvegsfyrirtæki, þau hafa bara verið vel rekin fyrirtæki og þau hafa verið mjög arðbær og haft fjármagn til þess að setja í nýsköpun og svo náttúrulega þurfa þau að stunda og styðja við nýsköpun til þess að halda þessari alþjóðlegu forystu sem þau eru svo sannarlega með. Því þetta er sannarlega sá iðnaður á Íslandi þar sem Íslandingar eru í alþjóðlegri forystu, þannig að til þess að halda þessari forystu þá verðum við að huga nýsköpun og þessi fyrirtæki vita það svo sannarlega. Ég dæmi nýsköpun innan sjávarútvegsins. Já, kannski í mínum huga er alltaf nærtakast að tala eins og ofurkælingu og sjálfvirknivæðingun alla í sambandi við vatnskurðinn og það. Þannig að það er til dæmis dæmi, það sem er verið að nota, það sem hugvit hefur verið notað til þess að leysa af svolítið mannshöndina og gera þá vinnsluna bæði öruggari og skila betri afurðum út á markaðina. Þannig að þetta nýsköpun, hún skila sér alltaf? Ég myndi kannski ekki segja hún myndi alltaf skila sér, nei. En oft skilar hún sér og við lærum alltaf af nýsköpun. En eru nýsköpuna fyrirtæki í raun og veru út allt? Sjáum við þetta kannski ekki alltaf svona, eða áttum við okkur ekki alltaf á þessu? Já, nýsköpuna fyrirtæki eru út allt land. Og og eins og til dæmis að því við erum að tala sjávarútvegina þá er mjög mikið að nýsköpuna fyrirtækjum út á landi tengdum sjávarútvegnum. Því að sjávarútvegurinn er út á landi. En að sjálfsögðu eru nýsköpuna fyrirtæki líka tengd landbúnaði, ferðaþjónustu og öðru og ég tala ekki orkufyrirtækjunum og þannig að það eru nýsköpuna fyrirtæki út allt land. Þú nefnir ferðaþjónustuna þarna og þar er sannarlega mikil nýsköpun. Er það kannski svona í og með vegna þess að þetta er svona alþjóðleg samkeppnisgrein? Já, og þau eru náttúrulega kannski svolítið svona að horfa til upplifunar og annað og þá þurfa þau svolítið aðlaga sig að því sem við höfum hér upp á að bjóða og gera svolítið svona kannski, þetta er svolítið svona tækni yfirfærsla getur maður sagt kannski, að það er að, við erum með einstaka náttúru og fólk er að aðlaga sína starfsemi að þessari náttúru og bjóða ferðamönnum upp á ákveðna upplifun og við sjáum nú til dæmis eins og Bláa lónið
að þetta einstakt og það náttúrulega svo rosalega mikil nýsköpun sem hefur átt sér stað þar því að það rauninni verið að nýta þarna jarðvarma og þennan kísil sem til staðar þarna í að auka upplifun ferðamanna á einstakann hátt. Þannig að jú, það mikil nýsköpun innan ferðaþjónustunnar. Nýsköpunar klasar, þeir spretta svolítið upp eða hafa gert það á undanförnum árum, sem sagt, frumkvöðull sem með einhverja hugmynd, hvernig ná hann að byrja? Já, góð spurning, hvernig ná hann að byrja? Ef hann komið með hugmyndina, þá náttúrulega bara að setja kassan út, því þá þarf maður að fara að sannfæra aðra. Og ég myndi segja að fara til atvinnuráðgjafa. Það mjög gott, það yfirleitt atvinnuráðgjafar á vegum sveitarfélagana og þeir eru síðan með tengingar áfram því að það algjör grundvöllur að finna góða samstarfsaðila því að það þarf að framkvæma hugmyndina og það þarf að fá peninga og þannig að það mjög erfitt að vera einn í nýsköpun, þannig að finna netið sitt svolítið og þar koma með þessir klasar sér svo vel. Að vera inn í svona klasa, það svo miklu betra heldur en að vera einn, því þá ertu líka innan aðra frumkvöðla sem að gangi í gegnum það sama og margir búnir að gangi í gegnum það sem þú ert að gangi í gegnum og geta miðlað sinni reynslu til þá þeirra sem eru þá kannski bara með hugmyndina. En við þessa klasa það þá eitt sterkasta vopnið það að búa til þetta andrúmsloft, frumkvöðla andrúmsloftið eða nýsköpunina. Já, andrúmsloftið mjög mikilvægt og þar kemur góð kaffistofa mjög sterkt inn. Að maður ná í spjallinu og þetta verði svolítið dýnamík þarna inni. Að fólk, og það mikilvægt að hafa líka bara líka starfsmenn eins og atvinnuráðgjafana þetta að þeir séu inn í þessum klösum og og til dæmis að fjárfestar að þeir séu inn í klösunum líka, það líka mjög gott. Þannig að þá ertu strax farin að tala við eða þá sem eru í forsvari fyrir fjárfestana, svona eins og fjárfestingasjóðir og svoleiðis. Það oft mjög gott að hafa svoleiðis aðila líka inn í klösunum því að þetta náttúrulega bara það sem þarf til þess að stunda nýsköpun, það eru bara peningar og svo náttúrulega þessi sérfræði þekking. Því að oft upplifa frumkvöðlar sig sem að þeir þurfa að vera sérfræðingar í öllu og það eru þeir svo sannarlega ekki. Þetta oft fólki sem fær hugmyndina, hefur ofurtrú á hugmyndinni og síðan þarf að fara af stað og þá svo gott að vera í svona klasa þar sem að aðrir eru og geta svolítið hjálpa manni áfram og það oft aðstæða, mjög góð fundaraðstæða og eins og ég segi kaffistofa og annað, þannig að það mjög til bóta að komast inn í svona klasa. En að hafa ofurtrú á sinni hugmynd, það hlýtur að vera bara lykilatriði líka. Það algjört lykilatriði, því ef þú ekki trú á sig þá getur eiginlega ekki ætlast til þess að aðrir hafa trú á því sem ætlar að fara að gera. Þannig að það algjört lykilatriði að hafa trú á þessu og síðan þarf maður bara að fara af stað og vera skipulagður og til dæmis eins og Tækniþróunarsjóður hefur elfst mjög mikið síðustu árin og hann ef maður skoðar hvað það í boði að þá þetta eins og fræið fyrst sem að hjálpa mann svolítið með viðskiptahugmyndina og svo fer maður í sprotann þar sem að maður svolítið að byggja hugmyndina og þá maður komið með samstarfsaðila og annað og síðan getur maður farið í vöxt þar sem maður fær meiri pening og þá farin kannski þetta svolítið farin að geta starfrækt fyrirtæki í kringum þetta, þannig að þetta leiðir mann svolítið vel í gegnum svona nýsköpunarferlið að fara í gegnum þessar umsóknir sem að fólk gerir þegar sækir til dæmis eins og í Tækniþróunarsjóði. Þú hefur sjálfsagt fylgst með mörgum frumkvöðlunum. Þær breytast væntanlega hugmyndirnar sem sagt frá því að hún verður til og þar til útkoman verður einhver. Já, mjög oft en auðvitað má hún, í eðli sínu breytist hún kannski ekki en það svona hvernig hún síðan útfærð að það tekur oft miklum breytingum. En það eru sjálfsagt flestir sem að ganga með eitthvað í höfðinu einhverja hugmynd, það ekki, þarf hún alltaf að vera mjög stór, þarf maður alltaf að vera að finna upp ljósaperu eða eitthvað þvíumlíkt? Nei, alls ekki og það einmitt kannski þessi litlu skref og þessar litlu hugmyndir sem að hjálpa oft fyrirtæki mjög mikið og frumkvöðlun líka að framkvæma nýsköpunina og það sem mér finnst líka mikilvægt einmitt
og þá kannski við þess svona, þegar maður fer til ráðgjafa eða ef maður inn í klasa eða eitthvað, það tengingin inn í fyrirtækin, því oft eru frumkvöðlarnir með eitthvað ákveðna hugmynd og síðan fá þeir tenginguna inn í fyrirtækina sem starfsmennirnir eru kannski að díla við eitthvað vandamál sem að fittar akkurat inn í þessa hugmynd sem þú ert með. Að það hjálpar þá frumkvöðlunum áfram, hann hann kannski komið með eitthvað stuðning inn í fyrirtæki og fyrirtæki sér hag í því að fjárfesta í hugmyndinni hjá frumkvöðlunum. En það ekki þannig í raun og veru að svona nýsköpunin og nýsköpunarstarfið sem sagt einna mest innan sjálfra eða starfandi fyrirtækja í landinu? Jú, ég allavega svona, þessi fyrirtæki sem, ég hugsa að sé svona, þeir sem að dafna vel og svona, þau vita að það þarf nýsköpun, það þarf þróun. Það bara þannig, við sjáum það bara til dæmis í öllum iðnaði, það verið að leysa mannsemdina af með tækjum og þessi þriðja iðnbylting, hún gengur mjög mikið út á sjálfvirknivæðing og annað, þannig að það mikil nýsköpun inn í fyrirtækjum og bara þau alltaf að þróa sig, bara eins og bara maður sér að heiminum þróast og þú getur ímyndað þér í dag eftir að COVID kom, eða COVID-19, þessi faraldur, að þá þurfa þau að fyrirtæki þurfa að aðlagast því að fólk ferðast ekki eins mikið og öll þessi fjárvinna og allt þetta líka ákveðin svona þróun innan fyrirtæki, þannig að það mikil þróun bara innan og þarf að vera, þannig að fyrirtækin bara lifi. Já, það þannig sem sagt að það mikil samkeppni yfirleitt og til þess að standast samkeppnina að þá þarf þróunin alltaf að vera stöðug og í gangi. Já, þróun þarf alltaf að eiga sér stað og það líka bara hvernig straumar og stefnur breytast í samfélaginu að fyrirtækin þurfa að vera vakandi fyrir því og það kannski svona besta dæmi kannski bara eins og Kodak fyrirtækið að hvernig það einhvern veginn bara pínu dó. Því að það enginn með Kodak myndavélar í dag. Því að þetta svona svolítið bara, þeir svona fylgdu kannski ekki alveg stefnunni. En sem sagt, þú talaðir áðan sem sagt styrkjakerfið að ég skrifa styrkumsókn, það heljarna mál. Já, það í rauninni, þú þarf bara að læra það. Þetta ákveðin tækni að skrifa styrkumsókn. Og það kannski ekki öllum, það ekki allir sem að kannski, bara eins og við erum ekki góð í öllu. Og það eru sumir eru góðir í að skrifa umsóknir og aðrir eru góðir í ykkur öðru. Og þetta ég ætla ekki að gera lítið úr því að skrifa styrkumsókn, það heljaranna mál. Og það þarf að vanda vel til verka, en það eru komin fyrirtæki sem að aðstoða fólk við að skrifa umsóknir. Og þannig að það eiga allir að geta skilað af sér góðri umsókn og það alveg vel þess virði að vanda vel til verka, því þetta orðnir eins og til dæmis tækniþróunarsjóður, þetta orðið miklu peningar sem í að seilast. Og til þess að láta sína hugmynd, láta hana dafna, þá þarf maður styrki. Já, maður þarf peninga til þess að láta hugmyndina dafna og oft gott að byrja í styrkjánum og það eru margir svona minni styrkir í boði til svona aðeins að þróa hugmyndina, bara sem eru þá innan eins og til dæmis atvinnuþróunarfélagana og síðan þá kannski hægt að fara í tækniþróunarsjóð og svo þá bara að fara í fjárfesta. Þannig að þetta svo sem alltaf eiginlega sama hugmyndin, svona þú þarft að selja, eða þú setir alltaf sama, hugsunin, þú þarft að selja hugmyndina þína, hvort þú þarft að selja sjóðunum hana eða fjárfestum. Þannig að þetta þarf alltaf svona, maður þarf að hafa, eins og ég sagði, trú á henni og vera góður í að selja hana. Það að tala fyrir sinni hugmynd. Já, algjörlega. Hvað með menntakerfið? Er menntakerfið að ýta undir frumkvöðla starf og sem sagt alla þessa hugsun? Já, kannski svolítið erfitt fyrir mig að svara því að nú ég ekki alveg kannski starfandi inn í menntakerfinu en ég, það alltaf, nemendur eru mjög opnir fyrir nýjungum og það bara heimurinn orðin þannig að krakkar hafa aðgengi að svo rosalega miklum upplýsingum og ég myndi segja að menntakerfi væri opið fyrir nýsköpun og öðru því að þeir nú farnir að kenna nýsköpun þannig að
fyrir að styðja við það, myndi ég segja. En það svona líka talað sem sagt, þegar hort svona bara svona heilstætt yfir þjóðina að til þess að geta verið með nýsköpun og frumkvöðlastarf að það skiptir miklu máli í þessu öllu saman að þjóðin hún sé svona, mentastigið sé nokkuð hátt. Skiptir þetta máli? Mentastig skiptir sjálfsögðu máli að þegar maður í nýsköpun, en þetta samt svona þetta svona ákveðin manngerð finnst mér af frumkvöðlum. Þetta fólk sem fær mikið af hugmyndum, góðum hugmyndum og svona bakgrunnurinn skiptir máli, reynsla fólks en kannski ekki endilega mentagráðan. Þeir sem að fá hugmyndir, en svo þegar kemur að því að framkvæma, að þá þarftu ofta að kalla til sérfræðinga og fólk sem hefur þá sérhæft sig í ákveðnum hlutum eins og gerð viðskiptaáætlana og annað. En svona, frumkvöðlinn sjálfur, ég myndi kannski ekki segja endilega að mentastigið myndi skipta þar mestu máli. En þessi öll umræða núna í kjölfar COVID-19, þetta sem sagt umræðan, hún mjög lituð af þessu mikilvægi þess að sem sagt, fara út í frumkvöðlastarf og nýsköpun. Já, því að nú bara svo mikið atriði að við sköpum eitthvað nýtt, búum til fleiri störf, búum til fleiri afurðir og til þess að selja. Þannig að þetta það ekki skrítið að umræðan snúist þetta og ég held líka að það hafi bara, þú veist, bara fyrir svona 10 árum síðan kannski að þá snerist svo mikið það að þú fékkst hugmynd og þú varðst til að geta selt það sem kom út afurðina út allan heim. Núna fólk aðeins fara að horfa svolítið nær sér og þessi alþjóðavæðing kannski ekki alveg jafn ríkjandi í nýsköpunar hugsuninni. Við erum svolítið svona farin að hugsa kannski svona nær umhverfið okkar og þetta sést svo vel út í sveitunum. Það sem fólk það að búa til heima á bæjunum eitthvað eins og bara matartengt sérstaklega og þá að selja sem beint frá bíli og ég held að þetta fara að skipta meira máli. Að fólk að þetta verði ekki svona, sé ekki allt svona háð því að varan verði flutt eitthvað lengst út í heim eða verði framleitt eitthvað lengst út í heimi. Þetta verði svolítið framleitt á Íslandi og við höfum svolítið aðgengi bara aðeins í nærumhverfinu. Að þetta sé svolítið svona aðeins að breytast sem takturinn í þessu. En það svo sem þurfti í raun og veru ekkert heimsfaraldur til. Við höfum, ég vita það allir lengi að sem sagt, fjórða iðnbyltingin, hún svona, hafin og þessi sjálfvirkni væðing. Já, hún algjörlega hafin og við höfum séð það svo sannarlega bara í iðnaðinum hjá okkur, hvernig við erum í rauninni að leysa mannshöndina þar af hólmi með tölvum og öll stýring og annað. Hún svona farin að verða svolítið, farin að verða náttúrulega bara svona sjálfvirk og við sjáum þetta borð í fiskiskipunum okkar til dæmis, það sem verið að nota myndavélar til þess að greina hvort það þorskur eða ýsa og við sjáum þetta náttúrulega bara í skurðavélunum hvar bein og það bara skorið í burtu bara þá með vatnsgeisla og talvan segir hvar beinið þannig að þetta svo sem búið að vera núna síðustu árin og þetta bara eftir að aukast. En svo svona líka stundum heyrir maður það að þarna sé verið að fækka störfum. Nei, ég ekki sammála því. Ég myndi frekar segja að störfin að breytast. Það þarf nefnilega fólk til þess að viðhalda tækninni og þróa tæknina áfram. Þannig að störfin svolítið að breytast. Þau kannski að breytast úr svona að vera meira einhæf yfir í að vera þá kannski aðeins fjölbreyttari og tæknilegri. Ég fylgist ágætlega vel með hvað að gerast svona víða út á landi. Hvað ráðleggur þú svona sveitafélagunum og þeir sem eru að standa í þessu öllu saman? Það að byggja sem sagt, á grunni þeirra atvinnuvega sem eru fyrir? Sem sagt, ef þú ert í landbúnaði hér að byggja þá nýsköpunina kannski á landbúnaði og svo kannski sjávarútvegi einhverstaðar annars staðar? Já, ég myndi segja það því að það svolítið erfitt að koma bara líka
bæði að nýta nýsköpunina og koma auga og tækifæri til nýsköpunar einhvers staðar sem að, bara eins og með landbúnaðinn, að þar svo mikil, sko ef það mikil landbúnaðar á svæðinu, að þar líka svo mikil sérþekking á landbúnaði og þetta nýtist svo vel í nýsköpun, þessi sérþekking sem býr í fólkinu, sem vinnur við landbúnaðinn, þetta nýtist frumkvölinum svo vel. Þannig að, og svo náttúrulega að bara að prófa og þróa hugmyndina sína innan allt þetta fólk sem að í rauninni þekkir iðnaðinn svo vel, að þetta auðveldar frumkvölinum svo mikið og það sama skapi varðandi sjávarútvegina þetta, og við höfum bara séð það sem að hvað við, þú veist, ég segi alltaf að þessi nýsköpun og þessi hversu vel það hefur tekist upp með nýsköpun í sjávarútvegi vegna þess hversu vel við þekkjum í rauninni sjávarútveginn, hversu sterk við erum í honum og hversu opin sjávarútvegsfyrirtækin hafa verið að hleypa frumkvöldunum bara inn á gólf til sín. Einhver kannski kann að segja að eins og til dæmis fyrir sjávarútvegsfyrirtækin að þá geti kannski bara svona stutta leiðin eða skemmri leiðin verið að kaupa hugmyndir frá útlöndum og kaupa lausnir, ekki að vera hérna upp á skerinu og alltaf að finna upp hjólið. Já, en varðandi sjávarútvegina þá erum við í ákveðinu forystu þar og þessar lausnir eru rauninni ekki til kannski í sjávarútvegi annar staðar, en þær eru kannski til í einhverjum öðrum iðnaði og við getum nýtt okkur þetta og aðlaða þetta að sjávarútveginu. Það kannski svoleiðis frekar sem að og það alveg verið að gera það. Alveg og ég get nefnt það sem dæmi að því að ég kannast aðeins við það í sambandi við myndgreininguna á fiskinum, að sú hugmynd kemur frá Danmörku, það sem að bændur notu þetta til þess að skoða útlit á sykurófum, hvort það væri einhverjar skemmdir eða eitthvað í sykurófunum og líka að telja þær. Þeir notuðu svona myndgreiningu sem var síðan yfirfærð bara yfir á fiskinn. Þannig að það verið að aðlaga, þetta rauninni bara tækni yfirfærsla, en að sjálfsögðu er þetta nýsköpun. Þannig að það má alveg, þú veist, það má alveg horfa til annarra landa og það alveg gert og yfirfært yfir á sjávarútveginn. Og þannig að jú, það, þú veist, það gert að það horft á nýsköpun annar staðar frá og yfirfært yfir á íslenskar aðstæður. En þau fyrirtæki sem að einblína ekki á nýsköpun og mikilvægi nýsköpunar, hvað verða þau? Hvað verður þau? Verða þau sitja þau bara eftir? Já, ég myndi segja það bara rétt eins og með Kodak fyrirtæki, ég myndi segja það svona satt svolítið eftir og maður hefur heyrt þetta líka með Ericsson, að þeir sátu svolítið eftir og Nokia, síma fyrirtækið. Þannig að þetta svona svolítið kannski dæmi það sem að fyrirtæki hafa kannski svolítið settið eftir. En hvað sýnist þér núna svona, það eru sem sagt lagðir miklu peningar núna í alla þessa sjóðin, tækni sjóðin og allt þetta. Er hugsand að þetta sem sagt verði bara svona í skamman tíma, mikilvægi þess að við höldum áfram þessu, ekki bara svona sem afleiðingar heimsfaraldurs? Ég hef ekki trúið að þeir taki skrefið tilbaka. Sérstaklega varðandi þessar aðgerðir eins og að hækka þakið kostnaði varðandi rannsóknir og þróuna innan fyrirtækja, það var hækkað úr 600 milljónum upp í 1100 milljónir núna vegna COVID-19, en ég hef ekki trú á því að það verði lækkað aftur niður. Og lítil og meðalstór fyrirtæki, þau geta fengið 25%, ég held að það sé rétt hjá mér, frekar en 35% tilbaka af skattinum. Þannig að skattaafslátt segi ég, þannig að og stærri fyrirtæki eitthvað aðeins minna, þannig ég hef ekki trú á þessar aðgerðir það verði bakka með þessar aðgerðir aftur. Því að það á eftir að koma í ljós að þetta hjálpar bara. En hvað sýnist þér svona á þessum nýsköpunar fyrirtækjum eða þessum skrifstofum eða deildum sem að sett eru upp sérstaklega fyrir frumkvöðla? Verður svona starfsemi komin upp bara í hverjum landsfjórðungi eða bara á hverjum stað, heldur þið? Ég vona það, því að ég held að svona klasasamstarf eða svona klasar, að þetta sé bara nauðsynlegt til þess að fyrir frumkvöðla og fyrir nýsköpun
innan sveitafélagana að vera með einhvers konar einhvers konar klasa. Og þetta þarf ekkert að vera landbúnaðarklasi eða sjávarklasi, þetta þarf bara að þetta sé að frumkvöðlarnir hafi svolítið stuðning hvor af öðrum og þarna hafi þeir eins og atvinnuþróunarfulltrúa og aðra sem þeir geta sótt sérþekkingu í. Þannig að þeir upplifi sig ekki svona eina, eins og þegar maður tala við frumkvöðla þá upplifa þeir sig oft svolítið eina og þannig ég held og ég myndi hvetja sveitafélög til þess að koma sér upp einhvers konar klösum til það sem að frumkvöðlar geta komið og stunda sína nýsköpun. En sem sagt til þess að við svona uppsúmerum þetta allt saman Hólmfríður, sá sem að með einhverja hugmynd í kollinum, hvernig á hann að fara af stað þannig að hugmyndin verði nú hugsanlega að veruleika? Það er það fyrsta að setja kassan bara út og og fara og leita sér ráðgjafar, fara til atvinnuráðgjafa sem að eru innan eða bara allra sveitafélaga held ég og þeir geta síðan leitt mann áfram og og bara vanda til verka og taka frekar lítil skref til að byrja með og og bara byggja svolítið undir hugmyndina. Það er það sem að ég myndi ráðleggja fólki. Taka lítil skref fyrst. Taka lítil skref, finna samstarfsaðila og bara svona byggja þetta upp hægt og sígandi. Hólmfríður Sveinsdóttir, þakka þér fyrir spjallið. Takk fyrir.